Þegar Böðvar Sturluson keypti húsnæði undir flutningafyrirtæki sitt, B. Sturluson, fékk hann svo til alla kindakarla Stykkishólms í Kaupæti. Þangað mæta nefnilega kindaeigendur alla virka morgna í kaffi og stundum nýbakað frá mömmu Böðvars og fara yfir landstað sauðfjárræktar frá A til Ö. Þessu voru þeir vanir frá fyrri eiganda hússins og ekki nokkur ástæða til að láta af þessu. Segðu mér hérna, þið sem komið hérna í kaffi, þið voruð í kaffi hérna áður en að Böðvar keypti þetta húsnæði, það ekki rétt um mig. Erði Böðvar ykkur ekki í kaffi? Við erum búin að vera hérna vikunni síðan Gvendur var. Já, það er mörg ár síðan. Já. Svo var Ragnar Ásgeir í millitíðin og svo Böðvar, þannig við erum búin að vera hérna í hvað, 30 ár? Þegar við myndum að opna hérna snyrtistofa, naglastofa eitthvað svoleiðis, þið væru hérna þá að ræða svampanir og burðarhjálp. Já. Það er snyrtistofa hérna hinum með, við förum stundu þangað í kaffi líka. Takk, ég að ykkur að hlessa við kaffistofu landsins. Já. Vissur af þessu þegar þú keyptir þetta húsnæði, komst í húsnæði? Já, ég náttúrulega vann hérna hjá Guðmundi eins og þeir, við vorum hérna nokkrir smunnaðar og það var nú ekki talað sauðfé þá daga, það var nú talað bara vörubíla og þvíumlíkt og flutningabíla. En svo er þetta gjörbreyttist þetta og bara var að tala fé. Ég var ægilega hamingjusamur hérna fyrir 4 ára þegar ég var að koma. Nú verið talað trukka alla daga. En ég held að það verið talað trukka í svona kannski 10 mínútur. Annars er talað bara sauðfé. Böðvar, hvernig vill það til að þú verður með fyrirtæki, flutningsfyrirtæki í Stykkishólmi? Heyrðu, ég er nú búinn að vera viðloðin þessa flutningabíla bara síðan ég var smá pjakkur. Ég hugsa að ég hef verið örugglega 6-7 ára gamall þegar ég fór að fylgist með bílunum hérna, var búið með brjálaða bíladellu og svo var það nú bara þannig að ég ólst upp hérna í götunni hérna fyrir ofan skemmuna og stóð fyrst upp á eldhúsinnréttingunni og fylgdist með út úr gluggann hérna bílunum hérna hjá Guðmundi, Benjamín sinni sem var með flutningarnir hérna áður fyrr. Og svo stækkaði ég og árið liðu og alltaf fór ég nær og nær húsinu. Svo allt í einu var ég bara orðinn starfsmaður hérna á plani og farin að keyra og kannski ekki alveg komið aldur til þess að keyra. Það var alveg sport að keyra hérna hringinn í kringum húsið og trailerunum og vera nógu fljótur og félagsið þegar löggan birtist. En það er svona, þetta er allt fínt. En ég veit það ekki, þetta er bara svona áhugi sem kviknaði því ég var ungur og hefur ekki slokknað. Ég myndi segja að þetta var hvort þessu góðdella eða ekki, ég veit það ekki. En snýst ekki alltaf að það var bara gaman í vinnunni. Þannig að þú hefur verið bara frá því þú varst smápolli með véla og bíladellu. Já, það er bara, og sérilagi var ég bara með brjálaða dellu fyrir stórum bílum, þess að vörubílum og gröfum og flutningabílum og öllu sem var stærra heldur venjulegur bíl. Og það var ekkert í uppvextinu sem ýtti mér út í það, eitt en eitt, nema bara að hafa bara myndað þennan áhuga sjálfur. Hvað er það sem B. Sturluson gerir? Ertu að flytja bara allt milli heimis og jarðar? Já, ég upphaflega datti inn í rekstur á því herrans ári 2008, bara í miðju hruninu. Þá var mér sagt störfum með fyrirtæki sem var að vinna hjá Reykjavík og þá var félag minn sem ýtti mér út í það að selja fyrir sig gamlan vörubíl. Og þá fór út í það að selja fyrir menn gömul tæki og tæki sem höfðu voru verkefnalaus eftir bankahrunið 2008 og ég var í tækjasölu í nokkuð mörg ár og svo fór ég að eignast bíla og fór að keyra fyrir sunnan og svo kom að því 2015 og mér var boðið það að fara koma í Stykkishólm og kaupa hérna á Ragnar Ásgeir og síðan þá hef ég verið meira minni í því bara að flytja vörur og fisk og allt sem hægt er að flytja til og frá Stykkishólmi. Svo hef ég verið að flytja inn tæki og tól fyrir menn svona í hjáverkum ennþá. Verið að flytja inn nýja svona flutningavagna aftan í trukka frá Finnlandi og flytja inn dekk frá Svíþjóð og aðstofa menn að þeir sjá eitthvað sniðugt út í einu stóra heimi sem langar í og þá hjálpa þeim að kaupa það og koma inn til landsins. Þannig ég er ekki alveg hættur. Ég er ennþá að fikta við það að kaupa og selja en fyrst og fremst er ég að keyra vörur og fisk hérna á milli. En hvað er það tilfellið? Eru þið mest megnis að ræða bara hvernig á að standa að búrekstri á
Það er semst bara, Það var svolítið misjafnt eftir hvaða árstími er. Óhjákvæmilegt á þessum tíma, Já, sko. núna kemst ekkert annað. Nei. Þið talið sko, það er talað göngur, það er talað sláturtíðina og það er talað fengitíman og svo þegar sauðburðurinn og svo hvernig fénu líður í haganum. Ég meina þið talið sauðfé allt ára umkring, það breytist ekki neitt. Nei, það er mismunandi áherslur. En það var einu sinni starfsmaður hérna, það var þetta ekki á þér, það var hjá Ragnar Ásgeir. Hann gafst upp á að vera í kaffi hérna hjá okkur og hann fór nú á Bensó í kaffi. Leit okkur bara vera hérna. Við sátum hérna alltaf. Það var grímur. Þið hröktu henni burtu? Já, hann sagði við varum leiðilegir, hann fór bara nú á Bensó og nefndi ekki að tala um okkur. Hann hafði annan áhuga mál. Já, hann vildi ríða pólitík, við nefndu því ekki. en hvað segirðu, ætlarðu að láta þetta bara yfir því ganga? Já, ekki spurning. Hann verður bara farin á Bensó eða